á dagskrá sem umræða lestrarkennslu í leik- og grunnskólum og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ástæðan fyrir því að óskað var eftir þessu máli á dagskrá í dag bara almenn umræða í samfélaginu lestur og alls konar vangaveltur, bæði nýlega og eldri, sem við höfum raunin ekki mikið rætt hér. Ég held að það sé mjög mikilvægt að borgarstjórn tali þessi mál hér, af því að þróunin eitthvað sem við erum ekki alveg búin að festa hendur á hvað að gerast í. Við erum sem sagt bókmenntaborgin Reykjavík, við erum öll mjög stolt af því hér. Við státum þar af framúrskarandi bókmenntahefð í formi miðaldabókmennta sem varðveittar eru hér í Reykjavík. Við státum okkur líka af því að allir lesi mikið og snemma. Ég held þó að vísu að margir séu farnir að sjá að sér í þessum fullyrðingum undanfarin ár og segi frekar frá því að skólinn okkar sé fyrir alla og hann sé ókeypis. Við státum okkur hins vegar ekki af því að læsi barna sé á undanhaldi. Við tölum varla þetta hér, né annars staðar. Árlega koma þó fram kannanir sem sýna þróunina, við ræðum málið í fjölmiðlum og í gegnum fjölmiðla sem virkar oft frekar illa, en síður hér í verulegri borgarstjórn þar sem stefnumótun fyrir borgina fer fram. Það að mínum mati okkar skylda að staldra við og hugsa þetta misræmi sem felst í því að vera bókmenntaborg sem skólakerfi, sem skólakerfi sem tryggir ekki alveg nógu vel að nemendur séu læsir eftir 10 ára grunnskólagöngu. Og hver staðan? Hver raunveruleg staða lesturs í leikskólum og grunnskólum? Við vitum að mörg börn, nærri helmingurinn, búin að læra stafina hljóðfræðilega við lok leikskóla og mörg af þeim eru orðin læs. Og í 7 ára bekk geta það bil 65% barna að meðaltali lesið sér til gagns samkvæmt árlegri lesskímun. Í ár var talan að vísu lægri og svo lægsta frá 2003 með einni undarlegri undantekningu þó. Kynjamunur í 7. bekk talsverður strax, eins og við vitum öll hér að það mikill kynjamunur. 59% drengja lesa sér til gagns og 67% stúlkna miðað við þessu gögn. Kynjamunurinn helst alla leiðina upp grunnskólann. Í lesskímun menntasviðs í ár meiri munur að meðaltali milli nemenda en áður og eins og fræðimenn hafa sagt þá eiga nemendur erfiðast við svokallaða umskráningu. Það það ferli sem á sér stað þegar lesandi breytir sýnilegum orðum, stöfum, í huglæg orð til þess að skilja. Þetta akkúrat það sem lesblindir eiga erfitt með. Meira. Íslenskir nemendur hafa minni áhuga á bóklestri en jafnaldrar þeirra á Vesturlöndum. En meira. Þorbjörn Broddason prófessor hefur metið lestur bóka og orð á sjónvarp frá 1968. Árið 1968 lásu 11% barna enga bók. Árið 2003 33%. 33% af unglingum á Íslandi lásu enga bók. Það árið. Lesskilningi í PISA fór talsvert aftur, reykvískum nemendum fór aftur á milli 2000 og 2009, þó það hafi farið upp á einum punkti þarna á milli. En þetta var talsverð lækkun. 1000 börn þar af það bil 500 samkvæmt mínum heimildum bíða eftir talþjálfun. Þau börn sem þurfa á talþjálfun að halda eru mjög líkleg til að eiga í erfiðleikum með lestur. Fylgni á milli talerfiðleika og lestrarerfiðleika mjög mikil. Við vitum að vandinn talsvert
hverfaskiptur sem segir okkur að í sumum hverfum þarf að auka verulega stuðning við sérkennslu í lestri eða hreinlega bara að æfa börn í að lesa, eitthvað sem þau fá ekki öll heima á sér vegna ólíkra aðstæðna. Svo vitum við að það fækkar verulega í hópnum sem getur ekki lesið til gagns til 7 ára bekk þó það nú væri. En í lok grunnskóla eru 16% nemenda, 23% drengja og 9% stúlkna enn ólæs sér til gagns. Og einhver sem hlustar hér hlýtur að spyrja, er ekki verið að gera helling í þessu? Það hlýtur að vera. Og það er algjörlega þannig. Það er verið að gera helling. Alveg endalaust. Það eru mælingarnar sem ég er að vitna til og það eru skimanir í leikskóla og 7 ára bekk og það eru próf í 4. bekk og 7. bekk og 10. bekk. Það er öflugur stuðningur sviðsins við eitthvað sem heitir byrjendalæsi sem er aðferðafræði. Það er sérkennslan hefur aldrei verið meiri í grunnskólum og leikskólum borgarinnar. Það er verið að vinna með hugmyndafræði sem heitir orð af orði sem tekur við að byrjendalæsi. Það er verið að nota og innleiða nýtt form sem heitir PALS sem er paralæsi sem er hrikalega spennandi. Bókakosturinn er skemmtilegri og fjölbreyttari. Það er aðeins vitundavakning í samfélaginu þennan vanda. Flestir leikskólar borgarinnar kenna undirstöðu atriði í lestri í formi hljóðfræði. Leið til læsis er annað verkefni sem margir skólar eru farnir að nota til þess að meta hvernig krökkunum gengur. Við erum búin að gera stóra skýrslu hvernig strákunum gengur og þar er lestur aðalvandamálið. Skólapúlsinn skoðar þetta allt saman og hefur sýnt fram á að mestu tengslin við íslensku kunnáttu er stjórn á eigin árangri og ánægja af lestri. Það er búið að samþykkja læsistefnu í leikskóla og í grunnskóla. Það eru talmeinafræðingar til pröfu og reynslu í hverfum, í held 2, sem hafa reynst gríðarlega vel. Það er fullt í gangi. En þegar maður hugsar þessar staðreyndir sem að liggja samt fyrir, þrátt fyrir öll þau verkefni sem eru í gangi í grunnskólanum, og bara í morgun vorum við Kjartan Magnússon borgarfulltrúi að heimsækja Öldusöldsskóla sem er að gera alveg hrikalega spennandi hluti í læsi. Maður velti sér samt upp úr nokkrum þáttum. Fyrsta spurning, erum við hér í borgarstjórn að fylgjast nógu vel með? Erum við að rýna þetta nógu vel? Eigum við ekki geta sett okkur einhvern veginn markmið að minnka þennan mun? Getum við ekki tengt þessa mælikvarða saman og vaktað krakkana sem að koma illa út strax? Af hverju setjum við ekki markmið í nýrri og alveg ágætri læsistefnu leikskóla? Af hverju erum við ekki með markmið þar fyrir alla leikskóla? Ef við erum ekki með samræmt markmið allir skólar til dæmis, nú legg ég bara tillögu fram, kenni hljóðfræði stafrófsins, þá erum við ekki að fylgjast með heildinni. Önnur vangavelta, hafa öll börn borgarinnar aðgang að sömu sérkennsluúrræðunum? Verðum við ekki að ákveða að það sé forgangsmál að það sé talkennari í hverju hverfi? Byrjendalæsi er í 27 skólum í Reykjavík þrátt fyrir litlar sem engar rannsóknir sé að baki aðferðafræðinni. Það er þó ljóst að þessi leið eykur ánægju af lestri og það er mikil vinnugleði í skólastofunni. En getur verið að byrjendalæsi henti börnum sem eru treglæs illa og þurfa meiri umskráningu úr hljóðu í huglægt orð vegna þess að minni áhersla er lögð á þá aðferðafræði þar? Af hverju erum við ekki farin að sjá aukinn árangur með byrjendalæsi eftir öll þessi ár sem þó eru komin í reynslubankann? Ef við teljum að aðferðin sé betri, þá ættum við að vera að spyrja okkur þeirra spurninga í dag. Við líkjum okkur aftur og aftur við Finna í skólamálum sem öðru eins og kom fram hjá borgarstjóra hérna áðan. Árangur í skólum er sannlega góður, en hann er tiltölulega einfaldur. Krakkarnir eru hreinlega allir læsir við 9 til 10 ára aldur. Auðvitað hefur það árangur á alla og allan árangur þeirra í framtíðinni. Auðvitað geta þau lesið betur fyrir fögin sem koma eftir. Annað dæmi tengt
lestri. Strákar sem eiga erfitt með lestur eins og við sjáum að er í meirihluta. Hvað gera þeir ef þeir eiga erfitt með lestur? Þeir byrja að beina athyglina að einhverju öðru, af því að þeir vilja ekki sýna veikleikann sinn. Þeir byrja að haga sér illa, eru með stæla og læti. Að lokum, ég hræðist aðeins að munurinn á milli nemenda sé að aukast. Það er að þessi nýjasta könnun í læsiskimun sýni að slakir eru að dragast aftur úr en þeir sem eru góðir eru að fara fram. Við þurfum að skoða þessa þróun mjög alvarlega og athuga hvort að meðaltali geti verið blekkjandi. Öll þessi börn eiga að hafa lykilinn að upplýsingum, þau eiga öll að geta lesið. Mér langar líka aðeins að ítreka að það er verið að vinna að þessum málum út allt, en það verður að segjast eins og að það er algjör stöðnun í kjölfar mikillar góðrar skýrslu sem var samþykkt á Alþingi og kom út sem að hét úttekt á stöðu barna með tal- og málþroskanir. Þannig kemur fram að vandamálið er mjög alvarlegt á landsvísu. Þjónusta við krakka sem eru með málþroskafrávik er mjög slök. Og ég held að við þurfum að horfa á þetta í samhengi af því að mig grunar að þetta séu sömu krakkarnir sem eiga erfitt með málþroska og geta illa lesið. Við þurfum að horfa heildstætt á vandann. Við þurfum saman að ýta frá okkur afsökunum eins og að þetta sé verkefni foreldra að kenna læsi eða að þetta sé einhver alþjóðleg þróun sem við ráðum ekki við. Við getum ekki notað þetta ef við ætlum að halda áfram að vera bókmenntaborgin Reykjavík. Tökum okkur tak og mælum árangurinn út frá því markmiði að 95% árgangs í læs við 10 ára bekk. Þetta er alveg hægt. Og af hverju segi ég ekki 100%? Af því við vitum að 5% af öllum börnum í grunnskóla eiga við alvarlega fatlanir að stríða. Við getum ekki gert sömu kröfur. En 95% er ekkert óraunhæft. Tengjum saman þessa mælikvarða eins og samþykkt hefur verið í tillögu menntaráðs eða skólafrístundaráðs fyrir 2 árum. Tengjum 5 ára hljóm leikskóla, 7 ára málskimun grunnskóla, 4. bekk í íslensku í samræmduprófum, 7. bekk og 10. bekk. Við sjáum bara hreinlega rauðu strikin og við eigum að láta þau hverfa í 10 ára bekk, í 4. bekk. Skoðum líka með Háskóla Íslands af hverju þetta er svona mikið verra á strákunum og af hverju þetta virðist vera tengt strákum sem eru með einhverjar sérþarfir. Þeir eiga, þó þeir séu miklu leyti til með hegðunarvandamál, frekar en stelpur, og fleiri séu greindir með einhverfu heldur en stelpur, þeir eiga algjörlega að geta lesið. Það er engin afsökun. Stöndum undir nafni sem bókmenntaborg í 1000 ári í viðbót. Hlutverk grunnskólans er að tryggja að öll börn lesi sér til gagns og gamans. Það er grundvallarverkefni sem við eigum ekki að gefa neinn afslátt af. Það er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir næsta á mælendaskrá. Ástkæra borgarstjórn, ágætu borgarfulltrúar. Það er ákaflega gott að fá tækifæri til þess að ræða þetta mikilvæga mál hér í sölum borgarstjórnar og ég ætla hér að fara yfir sviðið eins ítarlega og mér er unnt á þeim tíma sem mér hefur verið skammtað. Það þarf ekkert að fara mörgum orðum það hvað læsi skiptir miklu máli í öllu námi barna og þá færni í öllum þáttum læsis. Það er slíkt undirstöðuatriði
að gjarnan talað að velferð allra barna og unglinga og í rauninni langt fram á fullorðins ár sé þar undir. Það auðvitað engin tilviljun að læsi í víðum skilningi einn af grunnþáttum menntunar allra skólastigana 3 og innleiðingar vinna í fullu fjöri í öllum skólum landsins því tengdu. Ég tek undir það með borgarfulltrúa Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur að það hefur verið mjög mikil umræða og vakning í samfélaginu læsi og lestur síðustu árin og það vel og má gjarnan vera meiri öllum stundum. Það að sjálfsögðu engin afsökun að benda á hvorki skólan einvörðungu eða heimilin einvörðungu en það raun sama hvar gripið niður að þetta tvennt verður alltaf að spila vel saman. Það sem mér hefur þótt ánægjulegast síðustu misserin að fylgjast með breytingunni á umræðunni þegar kemur að læsi á leikskólastiginu. Og ég leyfði mér að dreifa hér til borgarfulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur ný útkominni og ný samþykktri læsistefnu leikskólana sem ber heitið Lesið í leik því að það ekki síst þessi samfella frá upphafi barna hér á jörðu í bernsku læsinu sjálfu sem að skiptir höfuðmáli þegar kemur að framþróun í læsi og öllu námi barna. Og það að sjálfsögðu vel við hæfi að ræða þessi mál í tengslum við þennan virðulega titil sem okkur hlotnaðist ekki alls fyrir löngu, sem okkur þykir óskaplega vænt og það að bera nafnið Bókmenntaborg UNESCO. En það verður líka að geta þess að í öllu því umsóknarferli og í öllu því mati sem þar fór fram þegar tekin ákvörðun það hvort að borg eigi að vera Bókmenntaborg UNESCO eður ei, að þá skiptir einmitt þessi undirstaða í skólakerfinu mjög miklu máli. Bókasöfnin, aðgengi barnabókum, útgáfa barnabóka og allt þetta hjálpaðist við að gera Reykjavík að bókmenntaborg og mjög erfitt að trúa því að þessi titill hefði fallið okkur í skaut ef að hér værum við með þessi mál í ólestri í skólakerfinu. Því að svoleiðis það ekki. Ég ætla að reyna að endurtaka ekki margt það sem að málshefjandi fór hér yfir og þá aðalega þau verkefni sem í gangi í skólunum okkar, en ætla þó að reyna að tengja saman og líta öxl allavega 8 ár aftur í tímann. Ég ætla samt að byrja á því nýjasta sem læsistefnan Lesið í leik, af því að þar liggur grunnurinn okkar. Þar jarðvegurinn fyrir allt læsi barna og jarðvegurinn kannski óvíða frjórri en akkúrat í leikskólanum. Leikskólinn hefur að sjálfsögðu lengi unnið með læsi og þá með margvíslegum aðferðum. Markmið stefnunnar læsi í leikskóla að byggja ofan á það starf og stuðla að markvísri vinnu með helstu grunnstoðir lestranáms, málskilning, viðhorf til lesturs, orðaforða og málvitund. Í læsistefnunni má sjá að markmiðið að líta á tungumál sem skapandi efnivið, markmiðið að fylgjast með framförum barna í málþroska og læsi, markmiðið að beita snemmtækri íhlutun og leita eftir stuðningi þegar grunur vaknar seinkaðan málþroska. Þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þann hóp barna sem borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir hefur áhyggjur af og ég tek undir þær áhyggjur. Markmiðið að virkja foreldra í samstarfi mál og læsi barna sinna og að þeir séu upplýstir þeirra framfarir. Markmiðið að stuðla samstarfi við grunnskóla og frístundastarf þannig að börn upplifi samfellu í námi. Mikilvægast að nú ætlum við að vinna markvisst að því að gera leikskólanum enn betur kleift að grípa börn sem eru líkleg til þess að eiga í erfiðleikum með nám og styðja við þau. Þannig getur þau átt jafn góð tækifæri og önnur börn í námi til framtíðar og ég held að það sé óvíða í okkar kerfi í dag betri tækifæri til þess að auka jöfnuð en í leikskólanum og það alveg rétt sem borgarfulltrúin Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir koma hér áðan að jöfnuður að minnka. Hann þó mjög mikill á Íslandi í alþjóðlegum samanburði en við erum ekkert bara ánægð með það, við erum óánægð með og hljótum öll að vera óánægð með þá þróun að ójöfnuður að aukast. Það að aukast þetta bil á milli skóla og það mjög varhugaverð þróun. Þegar að skóla- og frístundaráð samþykkti tillögur starfshóps læsistefnu sem ég má til með að taka fram að komin fram að frumkvæði leikskólastjóra í Reykjavík, að þá samþykkti ráðið að næsta vor verði allir leikskólar og grunnskólar búnir að kynna sér
læsistefnu hvors skólastigs um sig og móta samstarfsáætlun þar sem áhersla á þessa samfellu hvað mest. Allt fram á unglingastig. Byrjendalæsi og ýmis lestrartengd verkefni í grunnskólum. Mig langar aðeins að víkja að því. Ég ætla ekki að fara yfir það sem þegar hefur komið fram, fjölda skóla og annað sem að taka þátt í aðferðafræðinni sem kenndar við byrjendalæsi. En vil þó segja að hér hefur verið afar mikilvæga símenntun fyrir kennara í Reykjavík að ræða og þeir eru ótalmargir sem hafa farið í gegnum símenntunarnámskeið sem tengist byrjendalæsi. Og það í raun alveg sama hvar okkur ber niður og hvar rannsóknir við skoðum. Allstaðar það höfuðatriði að reyndir kennarar með góða þekkingu á lestrarfræði einn af þeim þáttum sem skipta meginmáli varðandi góðan árangur í lestri í yngstu bekkjunum. Því að byrjendalæsi aðalega miðað við yngsta stigið. Mig langar þó að leiðrétta borgarfulltrúa Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur eitt og það að byrjendalæsi byggi ekki á rannsóknum. Það alrangt og kemur sérstaklega fram í því hefti eða í þeirri handbók sem að Háskólinn á Akureyri, þaðan sem þessi lestraraðferð hefur rutt sér hvað mest til rúms og við leitum ekki í þeirra smiðju fræðslu og annað sem tengist þessari aðferðafræði. Byrjendalæsi byggir á rannsóknum fjölmargra virtra fræðimanna sem ég ætla ekki að lesa upp hér, en hún byggir líka á niðurstöðum frá fyrirbæri sem heitir National Reading Panel frá árinu 2000, þar sem skoðaðar voru, þetta var svona heiltæk risastór rannsókn, þar sem 115.000 rannsóknir voru undir sem allar höfðu skoðað árangursríka lestrarkennslu. Og meginniðurstöður þessarar risarannsóknar voru að lestrarkennsla þyrfti að vera samsett. Hún þyrfti að koma úr mörgum áttum. Hún þyrfti að innihalda bæði stafa- og hljóðakennslu, lestrarþjálfun og kennslu í orðaforða og lesskilningi. En byrjendalæsi aðferðafræði sem tekur til allra þessara þátta. En ég vil hafa leiðrétt það. Nú fjölmörg önnur námskeið lestrarkennslu sem og námsmatskerfi sem og til dæmis þessi PALS lestraraðferð sem mjög spennandi, ég tek undir með málshefjanda þar, eru í fullum gangi í grunnskólum Reykjavíkur. Við höfum ekki gefið út eina miðlæga línu það hvaða aðferð skólinn á að taka upp, en það finnst okkur mikilvægt að lestraraðferðin sem tileinkuð, sem að kennarar tileinka sér í hverjum skóla höfðu til þess starfsfólk sem þar starfar og þannig höfum við unnið það en stutt að sjálfsögðu mjög við, bæði í okkar haustsmiðjum sem og öðru símenntunarframboði sem við bjóðum upp á, að allir kennarar séu góðir lestrarkennarar. Nú svo verð ég að tala samstarf sem að 10 skólar, grunnskólar í Reykjavík í dag eru í samstarfi við skóla sem heitir Ardley Green Junior School í Bretlandi. Þar hafa verið teknar upp kennsluaðferðir og unnið í anda skólans í sérstaklega íslensku en þó líka fleiri greinum og þessi 10 skólar eru líka að miðla til annarra skóla í Reykjavík sem mjög mikilvægt. Þessi skóli hefur náð gríðarlega miklum árangri bæði meðal stráka og stelpna í læsi, lestri og ritun. Ég má til með að tala hér aðeins þróunarstyrki. Við vorum með sérstaka áherslu í þróunarstyrkjunum okkar síðast á læsi og læsistengd verkefni, eða var það þar síðast, nú líður tíminn svo hratt. Það skiptir einu. Þar fengu verkefni stóran styrk, til dæmis 3 ára verkefni í einu hverfi hér í borg sem heitir Okkar mál, þar sem miðað að því að tengja saman leik- og grunnskólana í hverfinu sem og frístundina og lögð áherslu á kennslu allra nemenda í skólunum sem ræðir en sérstaklega nemenda sem eru að læra íslensku sem annað tungumál. Þetta verkefni unnið í samstarfi við Háskóla Íslands og unnið í samstarfi við fræðimenn sem hafa sérstaklega rannsakað hvað gerist á mörkum þessara skólastega sem ég ætla líka aðeins að víkja að hér á eftir. Nú of langt mál væri að tala alla þróunarstyrki síðustu árin sem hafa miðað að því að efla læsi eða lestrartengd verkefni á einn eða annan hátt. Mig langar þó sérstaklega að tala verkefni sem að allar starfsstöðvar SFS í Vesturbæ fengu styrk til og heiti Vesturbæjarlesturinn sem og þetta verkefni sem að
heitir Okkar mál og hefur verið sérstaklega ánægilegt að fylgjast með og við lærum vonandi af í öllum hverfum í framhaldinu. Nú, það þýðir lítið að tala þessi mál öðruvísi en að ýta sífellt undir samstarf leik- og grunnskóla og það höfuðmarkmið með stofnun skóla- og frístundasviðs í Reykjavík, það að þessi samfella verði trygg. Við settum af stað starfshóp rétt sumarið 2010 þar sem við kortlögðum hvaða samstarfsverkefni í gangi milli leik- og grunnskóla í Reykjavík og samþykktum svo í kjölfarið því tillögur sem ég var að skoða núna rétt áðan, þær eru allar komnar til framkvæmda og ég ætla ekki að fara frekar við það hér, en þar komið að ýmsu því sem mikilvægt að huga að á mörkum þessara skólastiga. Í millitíðinni hefur svo stór og viðamikil rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur litið dagsins ljós þar sem skoðaðir voru leik- og grunnskólar í Reykjavík yfir margra ára tímabil og skoðað hvað gerist á mörkum þessara skólastiga og það hefur í raun hvatt okkur enn frekar til dáða það að þessi samfella verði að vera miklu meira en hún í dag því að svokallað afturhverft rof sem mjög tæknilegt hugtak en þýðir í raun að endurtekningu eða skörun á viðfangsefnum skólastigana sé til staðar og gegn þessu viljum við að sjálfsögðu vinna vegna þess að við eigum að virða þá þekkingu sem leikskólabarnið kemur með inn í grunnskólann að sjálfsögðu. Mig langar aðeins að segja ykkur frá þessari rannsókn sem að verkefnið Okkar mál meðal annars byggir á og ég tel að hafi verið mjög mikill hvati fyrir alla umræðu læsi, sérstaklega bernskulæsi og læsi í leikskóla og hefur átt í rauninu stóran þátt í því að við erum að horfa fram á mjög glæsilega læsistefnu fyrir leikskólana í dag. Þetta rannsókn sem að Dr. Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Dr. Freyja Birgisdóttir og fleiri hafa komið að. Hún byggir á 3 til 8 ára gömlum börnum í leik- og grunnskólum í Reykjavík. Hún fór á stað árið 2007. Ég var raunar formaður menntaráðs á þeim tíma og fylgdist þar af leiðandi mjög vel með þessari rannsókn hvernig henni vatt fram. Hún leiðir í ljós að það eru tengsl milli málþroska og frumþáttalæsis á leikskólaaldri og árangurs í grunnskóla síðar meir. Það ætti kannski ekki að koma neinum á óvart en það hefur þó dregið fram í dagsljósið á mjög óyggjandi hátt að í leikskólanum eru tækifæri til þess að grípa börn sem ellegar eru ekki að fá þá örvun í læsi sem þau þurfa, kannski vegna þess að þau fá ekki það bakland sem öll börn þurfa að fá heiman frá sér eða þá að einhverjir aðrir þættir hamla því að gengi þeirra í læsi og námi ekki sem skyldi. Með þessari rannsókn var að ég tel brotið ákveðið blað í þekkingu okkar á því hvað leikskólinn mikilvægur en ekki bara tengist þetta læsi því að það sem kom líka fram í þessari rannsókn voru þær niðurstöður að það eru tengsl milli sjálfstjórnar barna, það hvernig börnum gengur að tjá sig, hafa samskipti við aðra, hvernig þeim gengur að takast á við erfiðleika, hvernig þeim gengur að vera vinur vina sinna og vera félagar í stóru samfélagi barna. Það eru tengsl milli sjálfstjórnarinnar og gengis í námi almennt og þarna skiptir læsi, orðaforði, málþroski og allir þessir þættir læsis mjög miklu máli. Og það á leikskóla árunum sem börn læra meðal annars að stjórna sínu tilfinningum og sinni hegðun og sinni athygli og hvernig tiltekst getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir börnin út námsbrautina. Aðeins lesskímun. Því að hvað lesskímun? Lesskímun verkfæri kennara til að sjá hvar börn standa í lestri. Og í umræðinu lesskímun síðustu vikurnar þá hefur það kannski stundum gleymst að aðalmarkmið skímana að afmarka hóp nemenda sem þarfnast aðstoðar á tilteknu námssviði. Í lesskímuninni sem við gerum í Reykjavík eru í raun 2 niðurstöður. Það eru hlutfall þeirra sem geta lesið sér til gagns og svo meðaltals árangur nemenda í skímuninni. Og þó að hlutfalli hafi farið niður og við á þessu ári sem í algjörlega öfugri þróun við það sem hefur verið síðustu árin, vert að geta þess að meðaltals árangurinn var nær óbreyttur. Og það margt annað forvitnilegt sem hægt að skoða út úr mælingum og ég
hef tröllatrú á því að mælingar hjálpi okkur til þess að gera gott skólastarf betra, en ég held samt að gögn geta verið þannig að við tínum okkur stundum í lestri þeirra og við mögum aldrei láta skólastarfi stýrast beinlínis af þeim, heldur vera húsbóndinn á okkar eigin heimili. En af því að skólapúlsinn mælir viðhorf nemenda í elstu bekkjum grunnskólans, þá er mjög gaman að sjá þar hvað Reykjavík kemur út þegar kemur að ánægju af lestri. Því að engin einn þáttur hefur meiri áhrif á læsi og lestrarkunnáttu en hvatinn til þess að lesa. Og þarna skipta auðvitað lesandi fyrirmyndir mjög miklu máli, sérstaklega heima við. Ef að börn sjá aldrei foreldra sína með bók í hönd, þá fá börn ekki endilega þau skilaboð að það sé gott og gaman að lesa, það gefur augaleið. Og þarna eru auðvitað mjög margir aðrir þættir sem að skólinn getur unnið að, lestrarhátíð í október til dæmis, mjög öflug skólabókasöfn og svona mætti lengi telja. En aftur að ánægjunni, ánægja reykvískra drengja af lestri mælist töluvert meiri en ánægja drengja í öðrum sveitarfélögum. Þetta er kannski ekki endilega sú tilfinning sem við höfum haft með við umræðun upp á síðkastið. Reykvískar stúlkur eru ánægðari og áhugasamar lestur en í öðrum sveitarfélögum, en munurinn er ekki eins mikill og hjá drengjunum. Mér finnst þetta mjög athyglisverðar niðurstöður. Og þessi mælikvarði ánægju af lestri sem er notaður í skólapúlsinum, hann er þróaður af OECD og þeirra rannsóknir hafa sýnt að því meiri ánægja eða jákvætt viðhorf sem er til staðar með lestur, því betri lesskilningur. Og ánægja af lestri getur líka bætt upp neikvæð áhrif af bágri félagslegri stöðu. Ég geti talað mjög lengi gæði og alþjóðlegan samanburð og hvernig við rýnum í mælingar á alþjóðlegum samanburði og við hvað við eigum að miða. Því ég held að stundum þá skortir okkur á Íslandi einhvers konar sameiginlegan skilning á því hvað er góður íslenskur grunnskóli í þeirri menningu og í því samfélagi sem við búum. Og þessi árangur sem við höfum í rauninni örfáar mælingar til þess að styðjast við og þurftum að hafa miklu fleiri, en þar hefur niðurskurður hjá ríkinu auðvitað haft sitt að segja. Við tökum allt of lítinn þátt í rauninni í alþjóðlegum mælingum í dag, þurftum að gera miklu meira af því. En niðurstöðurnar úr þessu mælingum sem við þó höfum til að styðjast við eru oft á tíðum ekki þannig að ástæða sé til mikilla upphrópana eða gríðarlegra áhyggna. Það er einfaldlega ekki svoleiðis. Í síðustu PISA-könnuninni voru 10 lönd, 10 þjóðir af öllum þjóðunum sem tóku þátt, sem stóðu sig marktækt betur en Ísland. Og í alþjóðlegri könnun sem að mælir lestrargetu barna í 4. og 5. bekk, þá komum við ákaflega vel út. Við mættum reyndar taka oftar þátt í þessum könnunum, þannig að við getum stuðst betur við þar og séð þróunina. En þessar niðurstöður eru alls ekki á þann veg að ástæða sé til þess að draga íslenskt skólastarf niður. Alls ekki. Nú fer tími minn óðum að klárast, en mig langar þó, að því hér að tala Óttar Proppé, borgarfulltrúa, núverandi alþingismann, að segja ástkæri borgarstjórn frá ákaflega mikilvægu verkefni sem að meðal annars hann hefur leitt, og það er matstæki til þess að þekkja betur stöðu nemenda með annað tungumál en íslensku. Þetta matstæki er unnið að frumkvæði Reykjavíkurborgar og er í okkar eigu til afnota fyrir börn í reykvískum grunnskólum næsta áratuginn og er gríðarlega mikilvægt. Það greinir stöðu einstakra nemenda ekki út frá röskun í málþroska, heldur út frá stöðu barnsins á þeim stað sem það er og hvernig það getur nýtt sér tungumálið í skólastarfinu yfirleitt. Og þetta vil ég biðja borgarstjórn að hafa augun opin með og kynna sér, því að þarna ætlum við okkur að gera mun betur fyrir okkar stóra og mikilvæga nemendahóp sem er að reyna að læra okkar stundum flókna tungumál. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta
ástkæri borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Ég held að þetta eru mjög áhugaverðar upplýsingar sem bættust við þessa umræðu áðan, en svona situr eftir kannski að ég var að vonast þess að við myndum kannski sammælast að fara kannski í einhverja vinnu með að rýna þetta betur til að tryggja að krakkar færu ekki gegnum 10 ára bekk án þess að vera búin að fá undirstöðu atriðin og að lesa sér til gagns. En borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir nefndi að þetta byrjandalæsi væri ekki rétt hjá mér, að það væri stutt af rannsóknum, og nú gerði ég alveg heiðarlega tilraun sjálf og kannaði hvað rannsóknir væri að baki, og þegar maður finnur á vefnum að minnsta kosti upplýsingar byrjandalæsi, þá talað þessi kennsluaðferð sem hefur verið mótuð og þróuð við Háskólann á Akureyri, þannig að þetta ekki byggt á erlendum grunni. Það getur vel verið að hugmyndafræðin og vangavelturnar byrjandalæsi séu á erlendum grunni sem rannsakaður, en byrjandalæsi sjálft vissulega í rannsókn núna, en það ekkert sem að ég get séð, og ég bara kalla eftir því á fund skólafrístundaráðs að fá yfirlit yfir þessar rannsóknir, en það eina sem ég sé hér að rannsókn á byrjandalæsi hófst 2012 og kynntar hafa verið niðurstöður úr rannsókninni, 5-6 erindi, en engar niðurstöður birtar. Þannig að ég hef ekki aðgang að neinum upplýsingum, svo vel sé að minnsta kosti. Ég þarf þá að fá betri upplýsingar og mínar heimildir af menntavísindasviði Háskóla Íslands herma að það séu ekki rannsóknir sem styðja að baki byrjandalæsi, svo nóg sé til þess að innleiða með miklum krafti. Þá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Borgarstjórn borgarfulltrúar. Ég held við megum kannski ekki rugla saman tvennu hér vegna þess að byrjandalæsi eins og hún innleidd í íslenska grunnskóla, rannsókn á árangri þeirrar aðferðar í gangi hér á Íslandi, að sjálfsögðu. En ég skildi borgarfulltrúan þannig að hann héldi því fram að byrjandalæsi sem kennsluaðferð væri ekki studd neinu sem gerst hefði til dæmis erlendis. Og það rangt og alrangt. Ég var bara síðast að fá tölvupóst hér í hádeginu frá Rósu Eggertsdóttur sem er svona hugmyndasmiðurinn á bakvið þessa kennsluaðferð í lestri hér á Íslandi, eða hvatamaður, og þar kemur mjög glöggt fram í hennar svari til mín, og ég get bara áfram sent það á borgarfulltrúa Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur, að sannarlega á lestraraðferðin systur aðferðir í hinu stóra heimi sem hafa gefist ákaflega vel. Hitt svo að tölfræði- og rannsóknarþjónusta skóla- og frístundasviðs tekur þátt í þessari rannsókn eða úttekt á því hvernig þessari kennsluaðferð vegnar, af því að það er mjög spennandi að geta séð aðferð sem að verða jafn útbreidd og þessi í mörgum grunnskólum, í ólíkum sveitarfélögum, þannig að það er mjög spennandi fyrir okkur að vega og meta áhrif aðferðarinnar á lestur og lestrakennslu nemenda. En þær niðurstöður ekki komnar. Ég held að mig minnir rétt að það hafi verið áætlað árið 2015 eða 16 sem niðurstöður hennar ætti að liggja fyrir. Enda aðferðin til þess að gera bara rétt nýbúin að skjóta rótum ef við tölum skólamál og þróun í einhverju löngu samhengi. Þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir, lokið við að svara andsvarið og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessar upplýsingar og hlakka til að geta skoðað bakgrunn aðferðarinnar, en fyrir mig og aðra frekar flókið að finna hvaða bakgrunnur á bakvið þessa hugmyndafræði sem virðist vera til einhver umræddri rósu á flestum stöðum. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við skoðum það, og í rauninni finnst mér ekki gott að við séum ekki búin að prófa meira á Íslandi áður en að við förum hér út víðan völl og segjum að þetta sé frábær aðferð. Það eru gallar við hana, hljóðfræðin ekki sterk í þessari aðferð og mínar upplýsingar herma úr kennaraháskólanum þar sem kennarar eru útskrifast, að þeir sem að fara beint í djúpulögina og fara að nota byrjandalæsi, þeir átta sig ekki á því að hljóðfræðina vanti, á meðan að reyndir kennarar átta sig auðvitað strax á því að þarna vanti meiri hljóðfræði.
Og þetta er eitthvað sem við verðum að passa og þetta er aldrei óábyrgt að okkar hálfu að mínu mati að keyra þetta inn í allt skólakerfið meira og minna 27 skólar af 30 og eitthvað að án þess að vera búin að kanna þetta aðeins betur og ég svona hef ákveðnar áhyggjur af því að þessi munur sem að eiga sér stað sé að hluta til vegna þessara aðferðir og nú er ég bara með tilgátur og engar rannsóknir en ég held að við þurfum aðeins að stoppa við og ég hlakka til líka að sjá að TOR á menntasviði, skóla- og frístundasviði skil okkur einhverjum upplýsingum um þetta. En aftur þá langar mig rosalega til að fá samhljóm hér í borgarstjórnum það að við setjum okkur markmiðum að 10 ára börn eigi að vera öll læs, þá erum við að setja grunnskilyrði skólastarfs á einn punkt og við róum öllum árum að því að allir séu komnir á sama stað við þennan aldur. Þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég held að það hljóti allir að taka undir þessa hvatningu frá borgarfulltrúi Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur. Það er í rauninni engin einn þáttur í námi barna í grunnskóla og nú í leikskóla og ég leyfi mér að segja frístund líka því að hún er í rauninni að sýna mjög mikinn lit frístundastarfið þegar kemur að því að vera lestrarhvetjandi umhverfi og taka þátt í lestrarhátíð og hvaðeina að við séum hér öll samstiga það að læsi er lykill að öllu námi barna og velferð þeirra á námsleiðinni út og fram á unglingsár og ef ekki lengur. En þá vil ég líka að við viðurkennum bæði skólastigin sem jafn mikilvæga þáttakendur í því að örva alla þætti læsis í námi barna. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið að svara andsvari öðru sinni og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur verið athyglisvert að fylgjast með þessari umræðu hér í dag lestrarstefnu borgarinnar. Það verður bara að segjast eins og að það er náttúrulega þessi niðurstaða sem kom út úr þessari lesskjumunarkönnun er algjörlega óviðunandi. Það er óviðunandi að 63% barna við lok annars bekkjar geti lesið sér til gagns, sem er 6 prósentustigum lægra heldur en árið 2012. Við náttúrulega hefum rætt þetta mál fram og aftur í skóla- og frístundaráði. Ég veit að þetta er rætt nánast í hverjum einasta skóla út í borginni og það eru auðvitað allir að vilja gerðir til þess að reyna að laga þetta hlutfall og ég held að þessi umræða sem við erum hér í dag, hún sé mörguleyti góð til þess að við áttum okkur á vandanum. En ég verð þó að segja, mér finnst samt að í þessum lestrarmálum að okkur hættir líka til að fara ómikið út í málalengingar og flækja málið, hafa kannski ómikla trú á einhverjum miðstýrðum aðgerðum. Einhverju leyti verða þessi mál ekki leyst nema með átaki í hverjum skóla fyrir sig. Ég held að hver skóli fyrir sig þurfi að skoða með mjög gagnrýnum hætti sínar kennsluaðferðir. Sumir meira að segja fagmenn hafa farið út í það að gera lítið úr lesskimunarkönnuninni eða lesskimuninni, draga það í efa hún sé marktæk og svo framvegis og vissulega ekki ætla að gera of mikið úr því að það segi alla söguna, slæm niðurstaða einu sinni. Það gæti alveg verið að þetta sé eitthvað mjög einstakt tilvik, svo þessi könnun. En ég held að þessar kannanir okkar, það sem við höfum, lesskimunin getur verið mjög gott tæki til að sýna hvar við stöndum. Mér skilst að sama prófi sé lagt fyrir ár eftir ár. Ég held að það megi alveg endurskoða prófið, hvort það sé rétt að uppfæra það eitthvað slíkt. En inn í grunninn held ég að þessi mjög mikilvægt hjálpartæki, þessi lesskimun og svo samræmdu prófin og
og þær kannanir sem gerum til þess að mæla árangur í skólum og við höfum ekkert vera feimin við að nota það. Mér er slæmt þegar að fagmenn tala þessi tæki niður, þessi tæki sem lesskimun og stærðfræðiskimun og prófin eiga að vera. Þetta eru að sjálfsögðu ekki fullkomin tæki, en ég tek alls ekki undir með þeim sem vilja kasta þessum tækjum fyrir róða eins og maður heyrir stundum. Ég held að við höfum frekar að einbeitt okkur að því að bæta þessi próf ef það einhverjir gallar við það, vissulega hljóta verið einhverjir gallar, þá eigum við bara að bæta þessi tæki og síðan eigum við að nota niðurstöðuna til að bæta menntun. Menntun í borginni og bæta lesturinn. Og það er gagnrýni samtal sem þarf að eiga sér stað, ekki bara í skóla- og frístundaráði, það hefur gagnrýni samtal farið fram þar. Það þarf að fara fram gagnrýni samtal hér í borgarstjórninni, en það þarf líka að eiga sér stað út í hverjum skóla og rauninni hverju heimilega út í það er farið. Sjálfstæði skóla hefur verið aukið á undanförnum árum og áratugum í Reykjavík. Það eru margir kostir við það og við þurfum að láta stjórnendur skólana vita af því að það sé algjör grundvallar forsenda að þeir taki lestrarkennsluna föstum tökum og skili krökkunum vel læsum frá sér sem flestum. Auðvitað eru mismunandi aðstæður á milli skóla og í sumum skólum þar sem er hátt hlutfall barna af erlendum uppruna sem jafnvel það sem er ekki einu sinni sérstakt móðumál talað á viðkomandi heimili. Auðvitað eru viðfangsefnin þar stærri fyrir skólastjóra í skóla sem er með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna. En þá er bara að tala um málið þannig. Það eru til mörg úrræði til þess að auka læsi í slíkar aðstæður. Og ég held að við þurfum að láta stjórnendur skólana og kennarana vita því að við bara beinlínis ætlumst til þess að þessi hluti séu í lagi vegna þess að góð lestrarkunnátta er síðan lykill að öllu öðru námi eins og við vitum. Ég vil heldur ekki undanskilja heimilin því að það segir sig þetta sjálft að þau geta skipt gífurlegu máli í þessu. Barn sem er svo óheppið að lendi því að fá lélegan kennara sem er kannski ekki sterkur í kennslu, það er auðvitað hægt varðandi að lestrarkennslu að bjarga því heima við, en hvað verður þá barn sem hefur hvorki góðan kennara né stuðning heima fyrir til þess að lesa. Það er auðvitað mjög slæmt, slíkt barn á ekki mikla möguleika og þess vegna þurfum við auðvitað að hafa tæki til þess að finna slík börn sem njóta ekki mikillar aðstoðar heima við og sjá til þess að kerfið okkar taki það barn í fangið og skili því sem lengst. Það eru svo það sem hefur verið gott við þessa könnun sem skila okkur þessar niðurstöðu er það að hún hefur örvað skólaumræðu í Reykjavík alveg gífurlega. Maður finnur og það, mér finnst að vera á sjaldan sem þetta er eitt af helstu umræðefni vikunar, niðurstöður eða menntun í Reykjavík og niðurstöður slíkra könnunar, en það var það svo sannarlega og hefur verið að síðan þessi könnun var gerð opinber. Síðan heyrir maður út í fóruðurum og kennurum og skólastjórum og menntavísindamönnum og ég veit ekki hvað og maður heyrir að það eru margar skoðanir á því af hverju svona er komið og ennþá fleiri skoðanir sennilega því hvernig við getum sem best brugðist við og það er ágætt. Mannkynið hefur náð og kerfin ná bestum árangri þegar það eru kannski margar hugmyndir á lofti og hver keppist að gera sem best, nota þá hugmynd sem hann telur vera besta og ég tel að það geti átt þannig við í þessu tilviki. Við eigum og við þurfum virkilega að láta vita því að við ætlumst til þess að þessi grundvallar þáttur sé í lagi. Nú, það var mjög ánægjulegt að þegar þessi mál voru tekin fyrir á skóla- og frístundaráðsfundi í ágúst, þá náði skóla- og frístundaráð saman
allir fulltrúar þar saman tillögu sem við Sjálfstæðismenn fluttum ásamt Vinstri grænum sem hljóðar svo, með leyfi forseta: Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur felur skólastjórum að kynna niðurstöður lesskimunarkönnunar fyrir nemendum og foreldrum í því skyni að sem gleggstar upplýsingar stöðu nemenda séu aðgengilegar á hverjum tíma. Rétt að foreldrar fái einstaklingsbundnar upplýsingar frammistöðu barna sína í lesskimuninni. Auk þess mikilvægt að foreldrar fái upplýsingar frammistöðu þess skóla í lesskimun sem barn þeirra gengur í, samanborið við meðaltal annarra skóla borgarinnar. Aukin upplýsingagjöf milli heimila og skóla af hinu góða og hvetur foreldrar til ríkari þátttöku í námi barna sinna. Þetta, ég var mjög ánægður að þessi tillaga skyldi hafa verið samþykkt og því að hún felur einmitt í sér samtal milli heimila og skóla. Hins vegar það svo að þessi tillaga mjög svipuð þessari var flutt líka fyrir 2 árum og þá líka samþykkt, en mér skilst að það hafi verið alla vegana hvernig henni hafi verið framfylgt. Ég tel þess vegna mjög mikilvægt að fræðslustjóri og menntaryfirvöld í Reykjavík komi því mjög vel á framfæri við skólastjóra, að það sé beinlínis ætlast til þess að þeir kynni þessar niðurstöður lesskimunarkönnunum, bæði einstaklingsbundið en líka í hópi foreldra og í skólaráði, þar sem fjallað hvar skólinn stendur miðað við aðra skóla, miðað við Reykjavíkur meðaltalið. Ég veit að ýmsum finnst ekki skemmtilegt að koma með lélegar niðurstöður, þannig að það þarf alltaf einhver að vera neðstur, en svo vitum við það bara líka að það eru, við sem höfum fylgst með þessum málum, að það eru ýmsar skýringar á því af hverju skólar lenda neðarlega í slíkum könnunum, og það þarf alls ekki að þýða í einhvern tilvikum að þar séu lélegir kennarar eða lélegur skólastjóri. Það er svo margt annað sem spilar þar inn í og ég tel að þegar að slíkar niðurstöður eru lagðar fram þá verði að leggja þær fram í samhengi við annað, til dæmis framfarastöðulinn sem ekki framfarastöðulinn og vellíðunarkönnunina sem ekki síður mikilvægur mælikvarði á skólastarf. En aðalatriðið það að allir þessir hlutir séu bara upp á borðinu. Ég lít svo á að það sé algjör samstæða það í borgarstjórn Reykjavíkur að þessir hlutir séu upp á borðinu, meðal annars út frá þegar við horfum á svona tillögu. En ég hef fengið athugasemdir það að þrátt fyrir að svona tillögur séu samþykktar, þá eins og þetta skilir sér ekki alla leið. Og foreldrar eiga auðvitað ekki að þurfa að óska eftir þessum hlutum sérstaklega, særa þetta út úr okkar starfsmönnum. Þetta á bara að leggjast fram. Og með slíku móti þá með því að leggja slíkar upplýsingar fram, þá verður auðvitað til gagnrýnið samtal milli skólastjóra og kennara annars vegar og foreldra hins vegar. Gagnrýnið samtal, stundum erfitt samtal, en eins og við vitum, stundum eru bara erfið samtöl nauðsynleg til þess að ná árangri. Stundum eru þau nauðsynleg. Ég get ímyndað mér að í slíku samtali þá getur vel verið að komi fram gagnrýni á starfsaðferðir viðkomandi skóla. En ég viss að þessi stjórna viðkomandi skóla, þeir geta líka komið með mikilvægar ábendingar til foreldra í viðkomandi skóla það hvernig þeir geti hjálpað til við að bæta árangur barnanna og hvernig þeir geti lagt meira á sig til þess að vinna með skólunum. Það er þannig að allir pólitíkur að segjast vilja meira samstarf heimila og skóla, og það verður þá auðvitað að virka í báðar áttir. Það verður auðvitað að skólakerfið okkar þarf að vera tilbúið til að vinna með foreldrum, en það verður líka að hvetja foreldra og láta þá vita til þess að við ætlumst beinlínis til þess að þeir vinni betur með skólanum. Þarna tel ég að við getum margt lært af erlendum skólakerfum sem eru sennilega sum hverja minnsta kosti komin töluvert lengra en við í þessu. Þannig að gagnrýnin umræða skólamál er það sem ég tel að við þurfum meira af. Við rekum eitt af dýrustu skólakerfum í heimi með ýmsar vísitölur, og ég tel að þegar svo þá eigum við að gera kröfu, þá viljum við gera kröfu til þess að við náum að árangurinn sé í samræmi við það.
og til þess að bæta árangur, og við náum örugglega ekki að bæta árangurinn nema að við séum stöðugt að fylgjast með kerfinu. Það sé uppbyggileg gagnrýni í gangi á alla kanta. Það sé uppbyggilegt og gagnrýni samtal í gangi milli stjórnmálamanna og kerfisins, en líka milli stjórnmálamannanna og fólksins, foreldrana, og þarna á alla kanta. Þannig tel ég að við náum árangri, og ef við tökum að festa þessum málum þá bind ég góðar vonir við það að við eigum eftir að bæta lestrarárangur verulega á næstu árum. Og auðvitað verður þá að taka hluti inn í myndina eins og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir kom aðeins inn á í sínu erindi. Og þá tala ég að stöðu tillagna sem varða námsárangur drengja, hópur sem þessi borgarfulltrúi fór fyrir, og það voru samþykktar tillögur á haustmánuðum 2011 vegna skýrslu námsárangur drengja. Í ljós kom síðan aðeins ein tillaga komin að fullu til framkvæmda í formi aðgerða. Þetta er auðvitað óviðunandi, og við verðum að eiga hreinskilnislega umræðu það hérna á vettvangi borgarstjórnar, bæði hér í þessum sal og svo vettvangi nefnd og ráða, með hvaða hætti tillögur eru samþykktar og með hvaða hætti þær komast í framkvæmd. Það mér finnst algjörlega óviðunandi að það sé ekki meiri framfylgni í jafn mikilvægu máli, og meiri segja þegar að tillögur eru samþykktar einróma. Í þessu tilviki ekki eins og það að ræða að það sé ykkur meiri hluti minnihluta, þarna eru menn sammála. Þannig ég held að við verðum líka að gagnrýna samtal um það, því að við finnum ekki síst eftir að svona niðurstöðu koma að þeir sem eru með okkur í vinnu og borga okkur kaupið, þeir gera auðvitað ríka kröfu til árangurs í þessum málum, og gera ríka kröfu til þess að grundvalla þáttur í menntun eins og lestur sé í góðu lagi. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég þakka bara fyrir fagna þessu þarfa umræðuefni og þakka fyrir mörg góð orð hér. Við erum að ræða um orð, og hvernig fólk lærir orð, og það skiptir svo miklu máli hvernig orð eru sögð og hvernig þeim er raðað saman, hvað þau þýða og hvaða áhrif þau hafa. Það er ekki sama aumingja Jón eða Jón aumingi. Það er alveg tvennt ólíkt. En ég vil byrja á því að segja að það er verið að vinna algjörlega frábært starf í leikskólum og grunnskólum Reykjavíkur. Og þar eru margar hetjur sem eru að gera svakalega mikið af góðum hlutum. En þetta með lestrar kunnáttuna, lestrar áhugan, er vandamál út um allan heim, og vaxandi vandamál, og við sjáum hækkandi tölur að áhugi barna á lestri fer dvínandi og lestrarkunnáttu, og telja að þetta sé margþætt.
að hluta til raunverulegt og hluta til ímyndað og að hluta til kannski viðhorf. Það er að segja að við erum kannski ofta að horfa frá sjónarhóli sem er ekki kannski alltaf, sem við teljum vera réttan mælikvarða, en er það kannski ekki alltaf. Borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir kom inn á í sínum inngangi hér og sínum tali þetta með okkur sem Íslendinga sem bókmennta þjóð, og við höfum jú vissulega hreykt okkur af því að við séum bókmennta þjóð, og held að við getum alveg verið stolt af því. Við erum bókmennta þjóð og við eigum okkur einstaka bókmenntasögu og sem er algjörlega á heimsmælikvarða. Menn eins og Snorri Sturluson sem safnaði hér á miðöldum og skráði sögur og hefði til dæmis Snorri ekki gert þetta. Hann var líka lögfræðingur, sko. Hann var ekki að gera kannski neina heimsfræga hluti í lögfræði, en hann hafði áhuga á sögu og má segja hann hafi verið sagnfræðingur, en hefði hann einbeitt sér meira á lögfræðinni bara og minna að ljóðum og sögum, að þá mjög líklega, það má leiða því líkur, að þá töluðum við ekki íslensku í dag. Þá væri þetta tungumál mjög líklega ekki til, heldur töluðum við eitthvað annað tungumál. Þannig að auðvitað erum við bókmennta þjóð og vegna þess að við tölum íslensku, og það er bara hluti af því hver við erum, hvað við erum sem þjóð, að við erum bókmennta þjóð. Og mér finnst alveg afskaplega vænt þetta tungumál, íslensku. Mér finnst íslenskan alveg ofboðslega heillandi tungumál og hún er svo merkileg að því leyti að það liggur svo mikið oft í orðunum. Það er svona dýnamík í orðunum og orð hafa dulda merkingu og maður getur fundið dulda merkingu úr orðum. Og ég get tekið sem dæmi orð eins og sögnin að skilja. Það er að segja að skilja eitthvað, og sem er svo tengt orðinu að skilja í annarri merkingu, það er að segja skilja borð og sæng. Og maður getur fundið sér svona orðakonfekt í íslensku sem ég veit ekki hvort það er hægt í öllum tungumálum. Og við eigum hugsunarhátt sem er hvergi til. Ég held að það sé hvergi í heiminum, eða ég hef ekki fundið það tungumál í heiminum sem á hugtak, eða sem að notar það hugtak að spurja aðra mannesku, jafnvel ókunnuga mannesku, hvort hún hafi ekki ábyggilega nóg að gera. Ég leita eftir þessu. Þetta er hægt að gera á íslensku. Þú spurt fólk, til dæmis í sundi, að því voru nú að tala um það áðan, er ekki nóg að gera? Og jú, það er nóg að gera og það er gott. Það er gott að það skulle vera nóg að gera. Þetta þekkist ekki á neinu öðru Norðurlandatungumáli og ekki á ensku. Englendingum finnst þetta algjörlega fáránlegt. Þeir skilja ekki hvað maður á við. Ef maður spyr do you have enough to do, það hefur enga merkingu fyrir þeim. En Íslendingur þarf ekkert að velta þessu mikið fyrir sér. Auðvitað er nóg að gera.
Við eigum svo fallegt orð á íslensku sem er móðurmál og það er málið sem við lærum. Við lærum móðurmál og þetta er svolítið merkilegt þegar maður ætlar að fara að segja einhverjum til syndana til dæmis, eða maður ætlar að algjörlega segja hug sinn, þá fer maður að tala mannamál. En fyrst þarf maður að læra móðurmál og það er svolítið merkilegt líka með okkur og með þetta tungumál og með þessa sagnahefð og þessa þörf fyrir sögur, hvað við erum ólík frændum okkar á hinum Norðurlöndunum. Þeir eru alls ekki eins duglegir eða hafa ekki verið það, eiga ekki eins ríkan bókmenntaarf og við. Og þetta hefur verið mér, það er að segja, hnignandi áhugi barna á lestri, hefur verið mér mikið áhyggjuefni og bæði í starfi mínu sem borgarstjóri og líka sem foreldri og líka sem unnandi orðsins, í fyrra starfi mínu sem listamaður eða sem rithöfundur eða leikskáld og ég velti þessu mjög mikið fyrir mér og ég oft verið spurður að því sjálfur líka og velti fyrir mér hvað var það, af hverju ég las mikið sem krakki og af hverju las ég mikið sem krakki og ég held að það veri aðalega af leiða vegna þess að mér leiddist og mér langaði að gera eitthvað og ég leitaði í lestur og lesturinn var fyrir mér eins og fíkniefni, hann var eins og dóp, hann var leynihurð inn í dulda heima og í gegnum bækur þá gleymdi ég tímanum, ég gleymdi hvað tímanum leið og ég fekk meira að segja ofskynjanir í gegnum bækur. Það er að segja töfra heimur bókarinnar sem ég hef síðan í starfi mínu sem uppalandi átt svo gríðarlega erfitt með að yfirfæra yfir á börnin mín, einhvern veginn að lokka þau inn í þennan töfraheim og ég verð að segja að það hefur verið eiginlega hálfgert stríð á mínu heimili að fá börnin og ég veit að margir foreldrar kannast við þetta að þegar maður segir eftir matinn, jæja, en nú þarftu að lesa. Þú þarft að lesa. Æ, nei, jú, þú verður að lesa. Þú ert að lesa 2 blaðsíður. Og þetta hefur ofta orðið svona, þetta er svona jæja tíminn eins og í vinnunni í gamla daga þegar verkstjórinn sagði jæja. Sem sagt, nú skulum við hætta öllu skemmtilegu og nú er þetta leiðinlega. Nú þarft að lesa 2 blaðsíður í þessari leiðinlegu bók sem þú ert með hérna. Og það er svolítið það sem að hefur einhvern veginn gerst. Að við tölum svo mikið um það og við höfum búin að heyra það, ég er búin að heyra marga segja það hér, að börn get ekki, og við heyrum það víða, börn get ekki lesið sér til gagns. Börn get ekki lesið sér til gagns. En þá færri segja, og mjög fáir segja, og ég held jafnvel enginn, að börn get ekki lengur lesið sér til gamans. Maður heyrir það mjög sjaldan, vegna þess að það er einhvern veginn aukaatriði, þetta með gaman. En auðvitað er það sem við eigum við með töfraheimi sögunar. Það er galdurinn í sögunni. Það er gleðin, það er gaman. Við erum ekki bara að lesa, sérstaklega ekki börn, vegna þess að þau séu svo meðvituð um það að það sé svo mikið gagn af því. Það er þessi gleði og þessi gleði í tungumálinu að
hún þarf að vera til staðar til að halda því lifandi. Hún þarf að, það er neistinn sem að gefur orðunum fyllingu og tilgang. Það var af gleðinni sem að Snorri safnaði sögum og það var af ástríðunni fyrir sögunum og ljóðunum og mér finnst við þurfa að kannski svona vera meira vakandi fyrir gleðinni í orðunum og gleðinni í lestrinum og ég til dæmis, ég hef sko neitt allra bragða til þess að kenna mínum börnum að lesa og ég sko hef ekki séð neitt merkjanlegan mun á lestrarkunnáttu eða lestraráhuga barna sem sagt minna eftir kynjum. Ég á dóttur sem er lesblind og hún á erfitt með að lesa sér til gagns en hún les öðrum til gamans og ég hef beitt svona ýmsum brögðum og ég verð að játa að viðurkenna og segja frá því að þar hafa mútur til dæmis hjálpað mjög mikið og að gera einhvers konar samkomulag við krakkana að ef þau lesa svo mikið þá fáið einhvers konar verðlaun eða viðurkenningu. Ég ræddi þetta, ég átti ágætisfund með John Ralston Saul sem er staddur núna hér á landi. Hann er forseti PEN International sem eru alþjóðleg samtök rithöfunda og elstu mannréttindasamtök í heimi. John Ralston Saul er sjálfur rithöfundur og ég ræddi þetta sérstaklega við hann til að leita ráða. Hvernig getum við aukið, ég ræddi þetta og hann einmitt talaði þetta, hann sagði þetta er bara vaxandi vandamál út allan heim. Til dæmis þegar ég var krakki, þegar ég var 10 ára, þá las ég ritsafn Jóns Trausta og ég var sérstaklega heillaður af Önnu frá Stóruborg. Hvernig keppir Anna frá Stóruborg í dag og sú heillandi saga, hvernig keppir hún til dæmis við Skylanders? Og það er bara mjög erfitt ef hún fær ekki eitthvað forskot, sko. Því að það er bara svo margt heillandi í Skylanders og sem að hefur meira aðdráttarafl fyrir krakka heldur en Anna frá Stóruborg. En John Ralston Saul, hann sagði að ráðið sem að hann gæfi væri að láta krakka lesa leikrit og hann sagði þar sem það hefur verið prófað, þar hefur það gefið alveg gríðarlega góða raun að láta krakka lesa leikrit og lesa í hópi og ég held að það væri einhvern veginn alveg frábær hugmynd, tilraun að prófa að láta krakka lesa saman til dæmis Dýrin í Hálsaskógi eða eitthvað svoleiðis. Er ég að vera búin á tímanum? Það slekkur alltaf á sér þessi sími, þannig ég ætla að sjá tíman sem að ég væri þannig að ég færi ekki yfir. Nei, ok, takk. Mér langar svo að segja frá mjög merkilegu verkefni sem að ég var nú bara að uppgötva mjög nýlega, en það kom út til dæmis ljóðabók í sumar eftir krakka á leikskólanum Garðaborg og stórmerkileg bók og ég hveti ykkur ef þið hafið ekki séð hana að ná ykkur í eintak. Hún heitir Nú er hann beinagrind upp í himninum og er unnin þetta eru ljóð eftir krakka á leikskólanum og unnið undir stjórn Eyglóar Rítu Gunnarsdóttur, leikskólakennara og þetta eru stórkostleg ljóð og mér finnst merkilegt hvað þessi bók hefur ekki hún skil ekki hafa vakið meiri athygli og mér langar bara að lesa fyrir ykkur eitt ljóð
úr bókinni og eftir Ragnhildi Sunnu Brynjarsdóttur og það er ljóðið Litli bróðir. Náttkjóllinn minn er svona bleikur. Á nóttunni fer ég í kjólinn og sofir. Pabbi lesir bók á nóttunni og mamma lesir líka bók. Ég sofaði lengi í rúminu mínu, kom Dagur og Dagur bróðir minn var á spítalanum og hann er að liggja og það kom tölvupóstur. 5 kíló, 7, svona gamall, litli bróðir. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem mér er í raun efst í huga er hvað er merkilegt og merkileg tímamót að við séum hér í langri umræðu læsi í borgarstjórn. Það undirstrikar þann sameiginlega skilning borgarstjórnar á mikilvægi læsis í skólanum, en líka fyrir samfélagið og manneskjuna. Og hvað á ég nú við með því? Jú, það hefur löngum sýnt sig og er býsna þekkt, bæði innan hagfræði en líka innan læknisfræði, innan sagnfræði sem horfir á mannréttindabaráttu af ýmsum toga, stöðu verkalýðsstétta og kvennarhreyfingar, að læsi skiptir alveg gríðarlega miklu máli, bæði fyrir velmegun, hagsæld, en líka fyrir einstaklinga og fólk til þess að afla sér upplýsinga, standa á rétti sínum, sækja rétt sinn, setja fram kröfur sínar, þroska samfélagið og taka þátt í því lýðræðislega. Eitt af því fyrsta sem ég lærði í borgarstjórn var að alhafa ekki skólakerfið eða einstaka skóla út frá eigin reynslu úr æsku. Þetta fann ég bara með því að heimsækja skóla og heyra af því hvernig þeir vinna. Við höfum það örugglega öll sammerkt að hafa áhyggjur af læsi og því að einhverjir einstaklingar séu skildir eftir innan skólakerfisins, því að það var ekki óalgengt í það minnsta þegar ég var í skóla, og hugsa við munum öll eftir dæmi af börnum sem þannig var ástatt Og það að vera skilin eftir ólæs eða illa læs er eitthvað lakasta veganesti sem hægt er að fara með út í lífið, og þess vegna hlýtur það að vera kjarnaverkefni í skóla sem tæki til að jafna tækifæri, jafna lífskjör og stuðla því að fólk og einstaklingar verði tilbúnir að fara út í lífið, að tryggja eftir því sem kostur er að allir séu eins best læsir á samfélagið og á bók, og þess vegna kemur raunin þessi svona víðari skilningur á læsi sem mér finnst ganga í gegnum þá stefnumörkun, merkilegu stefnumörkun sem fram hefur farið á þessu kjörtímabili og auðvitað ennþá lengur inn í skólunum og inn á skóla- og frístundasviði. Fyrir ekki mörgum árum síðan hefði þótt nokkuð fásinna að fara í stefnumörkun sem tengdist læsi í leikskólum, og það sem við erum að ræða hér, eða hefur mér skoði verið töluvert mikið til umræðu, er læsiskimun og í raun nánari greining á frammistöðu einstaklinga, bekkja og skóla. Og ég er svolítið veikur fyrir skimunum og slíkum prófum. Ekki þó vegna þess að ég geri mér ekki grein fyrir því að slík tæki geta verið ófullkomin, og ekki vegna þess að ég haldi að
þurfum við endilega að vera að gagna því að birta niðurstöður eftir skólum og raða þeim í einhverju röð. Til þess þurfa að minnst þessi próf að vera býsna góð, samræmd og lögð fyrir á skipulegan hátt til þess að þær upplýsingar eigi ekki að vera villandi. Þá er ég að tala skimun í raun svipað og læknisfræði notar ýmis tæki til þess að mæla, skima og leita að vísbendingum ástand mannsins eða sjúklingsins eða einstaklingsins. En eins og allir sem hafa komið nálægt þeirri fræðigrein átt að sjá að bæði mælitækin geta verið ófullkomin og jafnvel gefið villandi upplýsingar eða beint manni af leið við að finna lausn þeirra mála sem að fyrir liggja. Og þegar maður er að meta hvað gera skal, þarf oft að horfa til alls konar mælinga á mismunandi hlutum til þess að fá mynd af því hvar viðkomandi einstaklingur er staddur eða hvernig er skynsamlegt að leggja plön það að koma honum til heilsu eða hvað er að gera, hvað sé skynsamlegt að gera og svo framvegis. Og það er ekki laust við að manni finnist þegar í raun er tekin ein niðurstaða úr röð mælinga sem raunar hafa, þessar lesskimunarmælingar hafa komið betur og betur út hvert einasta ár sem að þær hafa verið lagðar fyrir á undanförnum árum, þar til núna að brá aðeins út af þeirri jákvæðu þróun. Og þá er býsna stutt í alhæfingar skólakerfið, ástand nemendanna og svo framvegis. Og auðvitað getur það verið og við eigum að taka þetta mjög alvarlega og fara yfir málin, bæði á einstaklingsgrunni, á grunni skólana og fyrir skólakerfið. En af þessu tilefni þá lét ég taka saman fyrir mig ýmsar mælingar sem gerðar hafa verið samræmt á skólunum undanfarið. Og mér finnst mjög lítið áberandi sú mynd sem að þær mælingar draga upp í umræðunni, líka hér í sölum borgarstjórnar. Nemendur í 10. bekk í Reykjavík voru efstir á samræmdum könnunarprófum í íslensku og stærðfræði haustið 2012 og yfir landsmeðaltali. Nemendur í 7. bekk voru næst efstir í báðum greinum og nemendur í 4. bekk efstir í íslensku og næst efstir í stærðfræði. Þegar mælt hvaða skólar sýni framfarir, þá eru 80% reykvískra skóla með framfarastöðu sem sýni jafnar og góða framfarir, nemenda á milli ára. Og læsiskimunin í 2. bekk og stærðfræðiskimunin í 3. bekk hafa sýnt þessar framfarir með þessari undirtekningu á nýjustu mælingunni, ef ég skil þetta rétt. Við sáum svipaða mynd þegar við horfum til heildarmats og skólastarfi og PISA-könnunin frá 2009 að þar komum við betur út heldur en 2006. Stærstu fréttirnar í mínum huga eru kannski matið á líðan barna sem auðvitað alls ekki ótengt árangri þegar skólastarf annars vegar, en þar höfum við séð í mælingum eftir hrun og mælt betri líðan. Betri líðan. Við sjáum líka að ánægja foreldra viðvarandi mjög mikil með skólastarfið. Og þessi heildarmynd hlýtur að vera undir í umræðunni einstakar skimanir eða mælingar ef við ætlum að draga af þessu ályktanir hvert stefnir, hvort að skólinn sé að feta í rétta átt eða hvort það sé að halla undan fæti, hvar við eigum að beina sjónum okkar og hvort að verið sé að ná árangri. Það er svona pólitísk gildra falli þegar ein mæling sýnir þróun í neikvæða átt, að tala að það hljóta að vera
viðkomandi borgarstjórnar meirihluta að kenna. Hann sé svo stefnulaus og hann sé svo einhvern veginn og svona. En þá veltir maður fyrir sér, eru hinar mælingarnar þá til marks það að borgarstjórnar meirihlutin sé svona frábær? Ég held að umræða framþróun og stöðu skólastarfs eigi lítið erindi niður á þetta plan, satt best að segja. Og mér finnst umræðan hér í borgarstjórninni í dag hafa verið mikið betri. Ég held að það séu algjörlega skýr skilaboð, raunar frá öllum hvar sem þið standi í pólitík, að læsi lykilverkefni í skólastarfi og lykilverkefni til þess að ná árangri, ekki bara í lestri, heldur í lífsleikni, í stærðfræði og jöfnuði og því að tryggja öllum jöfn tækifæri í lífinu sem eru auðvitað kjarnaverkefni góð skóla. Og þar þurfum við að nota þau tæki, til dæmis lesskimun og fjölbreyttar kennsluaðferðir sem gefast til að styðja við hvern og einn. Og nálgast það af sömu alúð og þær niðurstöður sem ég var að rekja sýna okkur að verið að vinna af á ýmsum öðrum sviðum í skólakerfinu hjá okkur. Og kannski eigum við að hafa það sem reglu að minnsta kosti einu sinni á ári þá ræðum við læsi í sölum borgarstjórnar, því að ég held að öll opinber umræða læsi og mikilvægi hennar séu jákvæð og uppbyggileg skilaboð út í samfélagið. Því að skólinn og kennararnir og börnin ekki einu í þessu, þannig skipta heimilin líka miklu máli og samspil þessara þátta. Þó að pólitíkin komi vissulega inn og þar eigum við að standa vaktina, það erum við að reyna að gera, við getum auðvitað lært og þessar skimanir eiga að vera tæki okkar til þess, nákvæmlega eins og skimanir og spurningakannanir neyslu áfengis, fíkniefna og reykinga inn í grunnskólum hefur verið okkur mjög gagnlegt tæki á undanförnum árum og áratugum til þess að ná niður neyslunni í þessu og færa okkur frá því að vera verst í Evrópu í að vera best í Evrópu í forvörnum. En hvernig höfum við notað þessar skimanir? Höfum við birt listan yfir skólana, hverjir reykja mest og hverjir ekki? Nei, við höfum dreift þessum upplýsingum út í foreldrasamfélagið, út á skólana og fólk sér sinn skóla, meðaltalið í Reykjavík og síðan meðaltalið á landinu. Þetta hefur gert hverjum og einum skóla kleift að bregðast við ef þróunin í óhagstæða átt og gefa foreldrasamfélaginu líka klapp á bakið ef eitthvað gengur vel. Getur verið að þetta sé ágætis módel til þess að nota varðandi aðrar skimanir. Þar sem líka hættulegt að alhæfa út frá einstakri mælingu, en þróun yfir tíma og viðmiðun við meðaltali Reykjavík og landsmeðaltal getur verið býsna gagnlegt til þess að sjá hvort að stefni nokkurn veginn í rétta átt eða ekki. Ég held að það geti verið, en ég vonast eftir því að betri og dýpri umræðu og skoðun á þessu styðji okkur í næstu skrefum hvað þetta varðar. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér aftur upp aðeins til þess að ítreka nokkra hluti. Hér kom fram í umræðum áðan í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar stöðu stefnumótunar námsárangur og drengi að ein tillaga af öllum þeim tillögum sem starfshópurinn lagði til væri komin í framkvæmd og þetta alrangt og ég vil fá að leiðrétta það hér
Þetta eru miklar tillögur og þeim var vísað á þá staði þar sem er hægt að vinna betur úr þeim og ekki tillagan ein sem komin til framkvæmda, allavega á góðan rekspöl eða allavega á þann stað sem hægt að vinna betur úr henni. Þannig að mér fannst þetta nokkuð ómakleg gagnrýni á þá sem að bæði sátu í starfshópnum og eiga sjálfsögðu að fylgja þessari stefnumótun eftir og ætla ekki að reifa það frekar hér, enda eru þetta nokkuð svona viðamiklar og tæknilegar tillögur, margar hverjar, en þetta er líka stórt verkefni sem unnið er á margvíslegum stöðum og út í skólunum og inn á skrifstofu og í samstarfi við aðra og svo framvegis, en mér finnst ekki gott þegar að ekki farið með rétt mál í pontunni í borgarstjórn. Og aðeins varðandi byrjendalæsið sem að hefur verið rætt hér og það hvað takmörkunum sú kennsluaðferð getur verið háð, að þá er það ekki rétt hjá Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur borgarfulltrúa að byrjendalæsi taki ekki á þjálfun hljóðkerfisvitundar og kennslu í tengslum hljóða og stafa, heldur er þvert á mjög mikil áhersla á að aðalinntak kennslunnar í 1. bekk sé einmitt þjálfun hljóðkerfisvitendur. Hins vegar má bæta við að í þessari aðferð byrjendalæsi þar er farið nokkuð hraðar í gegnum það sem stundum er kallað stafavinna, hraðar en hefðir fyrir og þá byggja hugmyndasmiðir byrjendalæsis fólks. Hugmyndasmiðirnir byggja þá skoðun sína á því að rannsóknar bæði íslenskar og alþjóðlegar sýni að flest börn þekki 65–70% stafana þegar þau byrja í grunnskóla. Og þetta kemur auðvitað líka fram í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur það hvað gerist á mörkum skólastigana. Þar að leiðir er hægt að fara hraðar í stafavinnuna en hefðir kannski fyrir í flestum skólum. Þannig ég vildi hafa leiðrétt þetta. Hér kom líka fram áðan í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að fagfólk væri að tala niður gagnsemi lesskimunar. Ég hef ekki orðið vör við það, þó að margir hafi orðið til þess að tjá sig lesskimun og það er vel og við munum gjarnan tjá okkur lesskimun alla daga, líka þegar hún kemur vel út, sem er raunar miklu oftar heldur en hitt. Hins vegar komu fram mjög eðlilegar ábendingar og áhyggjur fagfólks af þeirri umræðu sem var í fjölmiðlum og var kannski dálítið grunn að margra mati að hægt væri að alhæfa mikið út frá einni skimun á borð við þessa. Því að við þurfum, eins og ég sagði hér í mínu fyrsta máli, að vita af hverju við skimum og hvað lesskimun er. Við þurfum að fá margar niðurstöður ár eftir ár neikvæðar til þess að geta dregið einhverja ályktun gæði skólastarfs. Það þyrftum við að fá. Og þetta eru aðferðafræðingar og þeir sem vinna með þessa tölfræði algjörlega sammála. Og meðal árangurinn í ár, við eigum að sjálfsögðu alltaf í raun og veru að hafa áhyggjur af gengi barna í námi, því við viljum sífellt gera betur og búa þau eins vel undir allt hvað eina sem þau taka sér fyrir hendur og tryggja þeirra velferð í námi og þar er læsi mjög mikilvægur þáttur. Og við eigum ekki að hafa þessar áhyggjur bara þegar einhver ein mæling sýnir eitthvað ákveðið og heldur ekki að halla okkur aftur í stólnum ef að ár eftir ár koma jákvæðar niðurstöður. Þetta er viðvarandi verkefni en það er ekki hægt og það myndi enginn mæla með því og það myndi enginn taka undir það að það væri hægt að alhæfa eitthvað stöðu skóla eða gæði skóla út frá einni lesskimun. Því að lesskimun er verkfæri til að sjá hvar börn standa. Síðan er það önnur umræða og ákaflega gagnleg til hvers við mælum og hvernig við nýtum mælingar. Eigum við til dæmis að hætta að skima fyrir veikleikum og fara að skima fyrir styrkleikum. Þessari hugmynd var komið til minn daginn og fannst mér hún ekki verri en hver önnur. Samræmd próf, af því að hér var að tala Finnland og þá í svona jákvæðum anda og það er vel skiljanlegt, það er mjög margt aðdánavert að finna í finnskum skólum og þá sérstaklega sú menning sem er áratugalöng fyrir mikilli virðingu og
mjög mikill aðsókn í kennaranám og stórum þjóðfélagslegum sáttmála hjá þeirri ágætu þjóð gildi og mikilvægi menntunar. Það verður ekki deilt. En í Finnlandi eru engin samræmd próf. Finnar eru allra þjóða í heimi minnst uppteknir af niðurstöðum PISA. Allar þjóðir heims eru mjög uppteknir af því hvað Finnar standa sig vel í PISA og þeir sem eru minnst uppteknir af því eru Finnar sjálfir. Þannig að í Finnlandi höfum við allt aðra umræðu í gangi samræmd próf, mælingar og mat en við þekkjum héðan. Ég ætla að fá að enda á stöku sem að finna í læsistefnu leikskólana. Læsistefnan tileinkuð afar góðri konu sem heitir Kolbrún Vigfúsdóttur og var lengi að vinna hjá leikskólum Reykjavíkur hér áður fyrr og nú síðast skóla- og frístundasviður, sett ákaflega mörg góð verkefni af stað og hefur verið vakin og sofin fyrir velferð leikskólans. Og hún orti einnota læsisvísur í tilefni af ráðstefnu sem var haldin læsi í leikskólum fyrir ekki svo löngu síðan og vísan svona: læsi er meira en stafastaut og stagl forsetningar. Það er lífsins langa þraut að læra tilfinningar. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Sæði eitthvað annað? Já, forseti góðir borgarfulltrúar, það má ekki á milli sjá varðandi glæsileika þeirra hvernig sem sitja í borgarstjórn og eðlilegt að maður rugli stundum á nöfnum. En ég ætla að svara ég aðeins rauninni brigslu með það að ég var að fara með rangt mál sem Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi kom með ásakanir hér á pontunni áðan og ég ætla bara að standa við það sem ég segi sem að mér sneri varðandi stöðu tillagna sem setta voru fram á grundvelli skýrslu starfshóps námsárangur drengja. Við fjölluðum málið í skóla- og frístundaráði 4. september og þar lögðum við sjálfstæðismenn fram bókun þar sem við gagnrýndum að 10 tillögur sem voru samþykktar vegna skýrslu námsárangur drengja og aðeins ein þeirra var komin að fullu til framkvæmda í formi aðgerða eins og segir í bókuninni. Já, að í ljós kæmi aðeins ein tillaga var að fullu komin til framkvæmda í formi aðgerða. Þetta teljum við óviðunandi. Mér fannst það svona vera niðurstaðan af þessu fundi að þáttur að það veri vísað til þess að tillögum hefur verið vísað hingað og þangað og einhverjir starfshópar hefðu örugglega verið að fjalla þar einhvers staðar, þá gátum við ekki séð af umræðinu á þeim fundi að það væri nema ein tillaga af þessum 10 að fullu komin til framkvæmda og það fannst okkur óviðunandi. En og reyndar við bókuðum þetta og meirihlutinn bókaði ekki neitt á móti varðandi þetta atriði, en ef að formaður skóla- og frístundaráðs getur sýnt fram á það hér og nú að fleiri tillögur varðandi þessi aðgerði, eða sem séu komna til aðgerða, þá voru bara gaman að heyra það hér og þá skal ég ljúflega éta það ofan í mig sem ég sagði áðan, en þá voru líka sýnað fram á það að fleiri en þessi eins séu að fullu komnar til aðgerða. Og ef það hefur breyst síðan 4. september, þá myndi ég telja að það væri bara vel af sér vikið. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Ég biðst afsökunar ef ég hef mismælt mig. Frú forseti, kæra borgarstjórn, afsökunarbeiðnin er móttekin. Það er mér ljúft og skylt að fara við það. Hér er ég bara að lesa beint upp úr þessum tillögum. Það er tillaga sem átti sérstaklega að skoða staðalmyndir, stúlkur og líðan stúlkna. Þessi starfshópur er í fullu fjöri. Það er þróunarverkefni 3 skóla og 1 frístundamiðstöðvar sem fór á stað núna í ágústlok. Ákaflega merkileg og góð vinna. Ekki síður er góður styrkur í tillögu sem að borgarfulltrúi Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs lagði fram hér í borgarstjórn jafnrétti skóla. Það mun vera mjög mikill styrkur fyrir alla þessa vinnu. Að fullu komið til framkvæmda, ég
síðan ég byrjaði að skipta mér á skólamálum þá veit ég ekki til þess að eitthvað sé einhver tíman að fullu komið til framkvæmda. Við setjum aldrei amen á eftir efninu, við setjum aldrei punkt, það er alltaf komma og einhver þróun sem á sér stað. Þannig að þessi tillaga er svo sannarlega að fullu komin til framkvæmda og er í fullum gír. Nú, hér er tillaga til dæmis frekari greiningu á niðurstöðum framfarastuðul, þetta er búið. Hér er til dæmis tillaga tölvulestur og framtíðarsamskipti, það var farið yfir það, hvað væri á döfinni varðandi það inni á námsvefnum netnám.reykjavík.is. Það er ýmislegt að finna sem tengist þessari tillögu og innihaldi hennar. Nú tillaga jafnréttisfræðslu, þetta er svo sannarlega búið. Verkefni sem hefur verið í fullum gangi núna síðastliðin 2 ár. Þar sem að starfsfólk í leikskóla, grunnskóla og frístund hefur fengið mjög kraftmikla fræðslu jafnréttismál og ýmislegt í skólastarfi. Nú, svo eru hér til dæmis tillögur varðandi sérkennslu og drengi og það er farið mjög nákvæmlega yfir það í ráðinu á þeim tíma sem að þessi skýrsla var til umræðu og afdrif tillagnanna. Að það er rauninni starfshópurinn sjálfur sem kemst að þeirri niðurstöður að það sé ekkert endilega hægt að greina þetta alltaf út frá bara kynjabreytunni en mjög mikið af umræðinu úr strákahópnum rataði inn í endurskoðun stefnu skólanagreiningar. Því allt snýst þetta nú það að búa skólan okkar þannig að þeir geti þjónað bæði strákum og stelpum og svona mætti halda áfram að ræða þessar tillögur. Þá er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, heldur fannst mér þetta svar klent verði að segja. Það var alveg skýrt á sínum tíma þegar umræddur hópur skilaði af sér skýrslu. Þá þessi hópur lagði sig fram að koma með mjög skýrar tillögur og þegar maður rennir yfir þær þá sér maður að það á ekki vera erfitt að mæla árangurinn, að minnsta kosti í mörgum þeirra. Og við fórum yfir þetta fundi 4. september og þá fengust neitt ekki þessi svör. En þetta er kannski, mér finnst þetta ber að kema því að vera frekar svona eftir á svör heldur en rétt svör. Það er vísað til þess að þarna sé starfshópur í gangi, ýmislegt að finna í þessari og hinni stefnumótun sem tengist hinn og þessu, tillögur sendar á þarna, umræðurödd í hinn og þennan farveg. Eins og segi, mér finnst þetta ekki mjög sannfærandi og þannig að ég held að það sé best að við ræðum áfram þetta mál á okkar faglega vettvangi sem er skóla- og frístundaráð og óskum jafnvel eftir greinargerð það bara nákvæmlega hvað hefur verið gert í þessum tilvikum. Það held ég held að það sé betra að fara yfir málin þannig. Ég er sannfærist síður en svo af þessum svörum að þessar tillögur 10 séu allar komnar í góðan farveg og þaðan af síður að fullu til framkvæmda. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar öðru sinni. En þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Ágæti forseti og góðu borgarfulltrúar. Mér langaði bara örstutt að þakka fyrir þessa umræðu og minna á það hvað læsi er mikilvægt til þess að koma í veg fyrir félagslegan vanda og heilbrigðisvanda og því meira sem við fjárfestum í börnum, því spörum við til framtíðar. Því að ólæsi veldur því að fólk verður frekar atvinnulaust, það er mikil tengsl við glæpi eða afbrot, húsnæðisvanda, heilbrigðisvanda, kynslóðavanda sem erfist og ég bara meðan umræðan var þá fór ég og glöggvaði mig aðeins á þessu á netinu og fann ekki íslenskar rannsóknir en það eru sláandi, það er erlendur rannsóknir sem sýna hvað stórt hlutfall þeirra sem eru til dæmis í fangelsum, eiga mál fyrir dómstólum, þiggja félagslega hjálp
og bara detta út úr skólakerfinu og eru í margs konar vanda, eiga við ólæsi að stríða. Þannig að bara því meira sem að við gerum í því að efla læsi meðal barna, því meira erum við að fjárfesta til framtíðar. Þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja að þakka borgarfulltrúa Björk Vilhelmsdóttur fyrir fín lokaorð og tenginguna sem að mér er mjög huglæg í þessum efnum. Ég er smá svona áhyggjufull yfir þessari þróun og ég vil fá að taka aðeins smá snúning á aðeins undarlegri ræðu borgarfulltrúa Dags B. Eggertssonar einhverja tilvísanir að þetta væri meiri hlutanum að kenna eða eitthvað slíkt. Það er alls ekki tilgangurinn með þessari umræðu. Ég vil að það sé skýrt og ljóst að ég held að sé engan veginn hægt að kenna einum eða neinum í formi pólitískra afla og ég veit að við erum með samstöðu í þessu máli að vilja gera betur. Varðandi tölurnar sem borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson fór með árangur reykvískra skóla, þá er þetta eitthvað alveg nýtt fyrir mér. Ég hef búin að rýna mjög vel þessar tölur í Skólavoginni og ef eitthvað er þá er Reykjavík að síga aftur úr og sérstaklega á yngri barnastigum og á miðstigi eru reykvískir skólar að síga verulega aftur úr á lista þeirra sveitarfélaga sem við vildum kannski helst bera okkur saman við og á landinu öllu. Þannig að ég held að við ættum nú aðeins að bera saman bækur okkar ef að Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi með einhverjar sérstakar tölur, þá þætti mér mjög gott að sjá þær. Varðandi þessar 10 tillögur sem aðeins eru komnar á dagskrá hér og átti ekkert endilega að ræða, að þá koma mér aðeins á óvart orð borgarfulltrúa Oddnýjar Sturludóttur að stefnumótunarhópurinn eigi að fylgja eftir þessum tillögum. Ég hef aldrei vitað það í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar að hópar eigi að elta uppi tillögur og fylgja þeim eftir. Þvert á móti eru þær afgreiddar í ráðum sem tillögur og þaðan taka embættismenn við þeim og afgreiða þær í forgangi við aðrar tillögur sem eru ekki settar á dagskrá hjá ráðinu. Þannig að það fór fram talsverð umræða á síðasta fundi þar sem borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir var ekki á fundinum vegna veikinda. Ég held að þar fórum við yfir niðurstöðurnar hvar tillögurnar voru staddar og það er hárrétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að aðeins ein tillagan framfarastuðul er að fullu komin til framkvæmda. Samkvæmt þeirri greinargerð sem við fengum að þá er það alveg ljóst og það er ekki viðunandi að mínu mati og til viðbótar að þá var þegar þessar tillögur voru samþykktar ákveðið að fulltrúi í hópnum, Óttar Proppé, myndi fylgja þessum tillögum eftir og kalla saman þennan hóp til þess að sjá hvernig gengi og það hefur ekki verið gert. Og nú ætla ég ekki að álasa ástkæran fyrrverandi borgarfulltrúa Óttar Proppé af því ég veit að það er ýmislegt sem gengur á og allt slíkt en við verðum að geta sagt að þetta sé óviðunandi framgangur þessara 10 tillagna. Sérstaklega hefði ég haldið að það væri óviðunandi vegna þess að hér var í samkomulagi Besta flokksins og Samfylkingarinnar skrifað sérstaklega að það ætti að skoða þessi mál. Og það er búið að skoða þau og það er að gera eitthvað við þær. Og það er svona almennt krafa inn í stjórnkerfinu ef við samþykkjum eitthvað þá fari það í framkvæmd. En ég ætla nú ekki að fara ítarlega yfir það hér en get farið yfir það síðar að við erum að sjá fram á það er vissulega eitthvað búið að skoða eitthvað af þessu en margt af því sem var skráð varðandi þessar tillögur voru bara hreinlega vangaveltur beint upp úr skýrslunni og sömu vangaveltur við höfðum fyrir 2 árum og lítið hafi gerst í að greina það betur og
með fullri virðingu fyrir starfsmönnum sviðs og okkur hér í borgarstjórn, þá þarf, ef það er ekki tími eða peningar eða bara rými til þess að vinna þessar tillögur, þá þarf það að koma fram. Og það er kannski einhver vinnubrögð sem við þurfum að tileinka okkur almennt í borgarstjórn, að ef að það er ekki hægt að klára einhverjar tillögur, þá þarf það að koma fram inn í ráðunum, svo það sé hægt að, takast á forgangsröðun málsins. En að lokum ætla ég að fá að þakka fyrir mjög fína umræðu hérna og ég vona að næsta skref sé þá að skólafrístundaráð sameinist einhverja aðgerðir svo við getum haldið utan þau börn sem falla á milli stafs og bryggju og við viljum fá að passa að þau fái þá þjónustu sem að þau þurfa til að klára það að þau séu læs svo það opnist allar hurðir inn í framtíðina. Já, afsakið. Ég er ekki með hana. Má ég koma aftur? Já. Það er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir óskað eftir því að veita andsvar til ræðu borgarfulltrúans. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Ósanngirni er skemmtilegt fyrirbæri og kemur kannski oft í kollinn á þeim sem að við hafa slíkt. En ef við skoðum betur þessar ágætu tillögur úr strákahópnum góða, sem mig minnir, ég var að reyna að finna upphaflega erindisbréfið en finn það ekki, sem mig minnir að hafi átt að skila á einhverjum ákveðnum tímapunkti en skilaði líklega hálfu ári of seint vegna þess að verkefnið reyndist viða meira en það var áætlað í upphafi, að minnsta kosti hálfu ári of seint, ef ekki meira. Þetta kemur gjarnan fyrir þegar við setjum að starfshópa, þá ætlum við okkur til dæmis að skila fyrir áramót en skilin eru til dæmis að vori og það er bara yfirleitt vel tekið í það vegna þess að oft reynist vinnan vegna áhuga þeirra sem að taka þátt í henni og gagna sem þarf að afla og ýmissar úrvinnslu tekur þetta lengri tíma en oft áætlað var í upphafi. Mörg verkefnanna hér fela í sér mjög viðamikla hluti. Til dæmis að stuðla að fræðslu og upplýstri umræðu fagfólks á SFS málefnið sem tengist staðalmyndum og líðan stúlkna. Til dæmis að fara í svifamikla og yfirgripsmikla fræðslu meðal starfsfólks SFS jafnréttismál og staðalmyndir. Þetta eru 2 tillagnanna sem að þessir ágætu fulltrúar hér í borgarstjórn eru mjög miður sín yfir að við séum bara ekki búin að klára. Á SFS starfa 4500 manns, þróunarverkefni sem eru sett á laggirnar, þau þarf að undirbúa og svo tekur tíma að vinna þau, svo tekur tíma að vinna úr þeim. Þannig að ef þetta eru skilaboðin frá formanni starfshópsins sem skilaði ekki sjálf á réttum tíma, á sínum tíma, að yfirgripsmikil og viðamikil verkefni eins og það er að stuðla að upplýstri umræðu. Ég bara taka eitt dæmi af mjög mörgum. Þetta eru mjög stórar tillögur og gjarnan þurfa stórar tillögur margar mínútur, vikur, mánuði og jafnvel ár til að komast til framkvæmda. Og það vita þeir sem leitt hafa stefnumótunarvinnu sem ekki einu sinni sjálf hélt sig innan tímarammans. Og þau borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu, þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefur boðað bókun undir þessum dagskrárlið. Já, þá veitum. Forseti borgarstjórnar, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að bera mig sakir hér það að vinnan í starfshópi stráka hafi tafist úr hófi fram. Erindisbréfið var samþykkt á fyrsta fundi sameinaðs ráðs og verkefninu var skilað ári síðar innan nokkuð nákvæmra tímamarka og ég kalla eftir því frá borgarfulltrúanum að það hafi farið úr hófi fram vinnan við þetta. Í október 2011 var skýrslunni skilað, kynnt og 10 tillögur afgreiddar og ef það er ekki í lagi hér að gagnrýna það að 10 tillögur hafa ekki verið kláraðar eða unnar nægilega vel, að þá er eitthvað að þessu kerfi hér að við getum ekki rætt vinnubrögð. Það er algjört lágmark að
að þá sé sagt inn í ráðið á einhverjum tímapunktum, vinnan gengur svona vel, gengur svona illa, við þurfum meiri tíma og svo framvegis. Ég ætla að lesa bókun Sjálfstæðisflokksins hér í lok þessari umræðu. Mikið mjög leiðilegt að þetta enda á svona nótum, en vandamálið fer ekki frá okkur þó við rífumst hér einhverja vinnubrögð og tímamörk. Lestrarkennsla í leik- og grunnskólum eitt mikilvægasta verkefni Reykjavíkurborgar. Of mörg teiknir á lofti þess efnis að lestrarkunnáttu barna sé á undanhaldi. Allt of mörg börn eru ólæs við lok grunnskóla og hundruð bíða eftir þjónustu vegna talgalla eða lesblindu. Því fyrr sem nemendur ná tökum á lestri, því betur líður þeim í skólanum og ná betri árangri í ólíkum námsgreinum. Sjálfstæðismenn telja nauðsynlegt að nú þegar verði sett skýr markmið að fækka börnum sem ekki geta lesið sér til gagns. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og lokið við að tilkynna bókun Sjálfstæðisflokksins undir þessum dagskrárlið og lokið við það að bera þessar sakir. Þá er ekki fleiri fulltrúar Samfylkingarinnar og Besta flokksins ása skila sér rétt til bókunar einnig undir þessum dagskrárlið. Þá förum við í næsta